Góðan daginn, gott fólk, og velkomin til þáttarins sem fékk einhvern tíma nafnið Biblíuþátturinn okkar og okkur líka mjög vel við nafnið og örugglega líka innihaldið sem þetta nafn felur í sér. Það stakkur okkur líka vel við það. Þetta Drottinn gaf þetta. Og við erum fólkið, stórstrákarnir og stelpunnar sem að kunnum bara ágætlega við það sem Drottinn setur upp í hendurnar á okkur. Ég er míkrafón, hann er ekki tengdur, en ég ákvað að hafa svona með það því að svo ég gleymi nú ekki að það er til líka míkrafónar. Af hverju er hann ekki með? Já, það er spurning, af hverju er hann ekki með? Af hverju er ekki sumt með? Ég veit það ekki, en sumt er ekki með. Samt gerist allt sem á að gerast. En stundum höfum við þetta með til að aðeins að auka við skrautið. Við erum svo glískjarnt fólk. Við verðum alltaf að vera með eitthvað skraut í kringum okkur. Og sjálfur sé ég nú ekkert endilega rangt við það, við erum bara fólk og fólk er misjafnt. Ég er svona og þú ert svona. En þetta er nú svona þáttur sem mynd sýnir mynd og þannig bara er það, ef þú ert með að gera slíka þætti eins og þessa, þá viltu nú vera með eitthvað aðeins meira en fallega þig. Og það sé nú alveg ágætis mynd að vera bara með mynd af gamla. En að því hann stillir sér upp við borð og þá getur hann sett eitthvað aðeins meira í kringu sig. Og það svona fegrar myndin. En myndin er náttúrulega bara mynd og það sem maður skiptir auðvitað öllu máli í þætti eins og þessu sem hefur nú stórt nafn, Biblíuþátturinn minn. Það er sem sagt innihaldið og á að hvaða leyti svona þáttur bendir á Biblíuna, orð Guðs. Og þessi þáttur var farið af stað með hann til þess að þú, við, fólkið, værum svolítið sjálf ábyrgð á að lesa og fræða okkur upp úr orðinu og vera svona svolítið biblíufólk þegar við erum ekki í söfnuðunum okkar. Og hvað erum við þá að gera þegar við erum ekki í söfnuðunum okkar? Ég veit það ekkert og mér varður í sjálfsögur ekkert það. Hvað er ég að gera þegar ég er ekki í söfnuðunum? Svona. Leiðist allan daginn. Ég veit að þú myndir hvort þér ekki trúa því þó ég segði þetta. Nei, hann er þetta nú ekki. Ég er oft til að mynda að stúdera orð Guðs. Ég er nú reynda með svolítið mikla reglu á því. Því að þessi feiti kallur Hafnarfirði, þeir eru alltaf vestir á öllum mönnum, þú veist það. Feitir kallar á Hafnarfirði. En sumir feitir kallar á Hafnarfirði, þeir hafa settir þá reglu og búið sér til það munstur að morgni hvers dags, sumir ísa snemmurrekkju, og að morgni hvers dags þá grípa þeir þessa bók sem þú þekkir svo vel kjölinn á því hún er alltaf upp í hillið á þér með hinu bókunum, svo lest aldrei. En stundum, og kannski ertu komin á þann stað með þig sjálfan að þú lest hana bara á hverjum degi. Það er einmitt það sem ég geri. Ég les hana á hverjum degi. Ég les alltaf bara í gegn Nýja testamentið, sem ég oft er að tala um. Og ég les einn kafla að morgni hvers dags árið kring í þessari bók. Reyndar er þessi bók ekki svo bókin sem ég er með heima, en það stendur sama í þeirri bók sem ég er með heima og í þessari bók. Og sama og í þinni Biblíu sem þú ert að lesa heima. Þannig gerum við þetta nú.
Og þá erum við á nokkuð góðum staði í svolítið saman og vitum og segjum okkur sjálf að ég vil ekki gleyma Guði. Er hægt að gleyma honum? Ég spyr þig, er það hægt? Já, það er alveg hægt. Og við gerum það vegna þess að með tímanum við svo ég geti sleppið þessu núna. Nennum þess ekki. Það er náttúrulega alveg hræðileg staða þegar maður er komin á það stað með sig sjálfan að vera að láta letina ýta út trúnni sinni. Því sem við einu sinni viðurkenndum svo glöð að þetta væri það allra merkilegasta sem við höfum nokkuð tímann eignast. Og svo allt því að við erum hérna konið í þessu stöðu, aldrei að spyrja okkur spurninga, þá kannski erum við eiginlega að hætta að pæla neitt í orðið Guðs. Svona er nú hægt að leika sjálfan sér grátt. Við þurfum að hætta að pæla í því sem við þó viðurkenndum einu sinni að væri það besta sem við höfum eignast. Guð getur endurvakið þetta allt saman og hann vill endurvekja þetta allt saman og hann vill ekki þetta fölni neitt. Og þess vegna er hann að gefa okkur ráð, dagleg ráð, sem við getum svo auðveldlega að fara eftir. Já, þeir tímar hjá mér núna eru að ég ræð tíma mínum að mestu leyti sjálfur. En á meðan ég réð honum ekki að mestu leyti eða öllu leyti sjálfur þá gaf ég mér nú samt tíma til þess að lesa eitthvað í orði Guðs. Til að mynda áður ég fór í vinnuna þá las ég alltaf ritningavers, ekki kannski mikið en ritningavers og litla hverjunum mínu minnum mig sem var svona lítið vasakver sem fylgdi mér í mörg ár og þetta gerði maður. Þannig að maður er án afsökunar en maður þarf að aga sig undir ýmislegt. Þú segir ég hef nú bara enga tíma í þetta. Eitthvað svona, þetta er rangt. Skipulagðu þinn tíma og veitu til, þú finnur aflaga stund þarna og aflaga stund þarna til að gera þetta. Morgnana var minn tími og svo stundu líka á kvöldið þegar maður kom heim úr vinnunni og svona var sestur í hægindastólinn sinn. Þá átti maður til að grípa biblíuna og lesa aðeins meira þann daginn. En maður gerði þetta alltaf áður maður fór í vinnuna. Þetta var svona meðan maður var að eta morgumatinn, ef maður fékk sér morgumat sem er nú sjaldnast, þá gerði maður þetta á meðan. Þannig að þú getur agaði undir þetta allt saman og ég hveti þetta kristna menn til þess að aga sig undir að gera þessi verk því að það gerir þeim svo gott. Og svo er annað, ef þú gerir þetta ekki sjálfur, þá vantar þetta bara, upp á hjá þér. Það er ekki nóg að ég geri það. Það er heldur ekki nóg að ég borði á hverjum degi, þú þarft að gera það líka og þetta veistu. En ég geri hins vegar á hverjum degi að lesa orð Guðs sem ég veit ekki hvort að þú gerir á hverjum degi og ert ennþá svona skrúað upp í að gera þetta. Það er vegna þess að þá ertu kærulaust manneskja sem ert ekki ennþá alveg búin að átta þig á hvort þú viljir þetta eða viljir þetta ekki. Og hvað er áhöld, eða hvað er togstreitan? Hún er milli holds og anda. Þetta er alltaf að togast á. Á meðan þú leyfir þetta tog. Svo gefstu Guði og þá bara dettur hinn höndin niður, þá er ekki til að togast á við. Það er staðan sem við viljum vera í. Við viljum ekki til að togast á við neitt þessi lykilatriði sem trúin verður manni og konu sem veit hvað trú er. Veistu hvað trú er? Ég veit það ekki. En ég veit þó það að þú getur alveg vita það. Og hvernig veistu það? Bara með því að rækja þína trú. Með því að lofa þín Guð. Lesa orð Guð og gera þetta að reglu. Alveg eins og þú gerir það að reglu að borða, þá gerir það líka reglu að gera þessi kristilegu verk og grunnurinn þar er alltaf sami. Þú lest, þú stúderar og þú pælir
Og svo náttúrulega gerur, já, má segja kannski skyldu þína, að þú rækir þínar safnaða samkomur. Þetta nú bara eitthvað sem Drottinn sjálfur bendir okkur á. Sumra siður að rækja ekki sínar safnaða samkomur, segir á einu stað, ef ég fyrir rétt með og mann rétt. Þannig að við sjáum að við þurfum að hafa fyrir þessu öllu og við þurfum að vita þessu öllu og minna okkur á þetta allt og þá erum við líka án afsökunar. Við erum öll með orðið. Kristinn maður, líklega eins og ég, segir þegar hann orðið frjáls maður, frelsaði svo kallað, ég þarf að fá mér Biblíu. Já. Þannig ég held að það sé nú varla til svo manneski, kristinn manneski sem á ekki til Biblíu. En ég get engu svarað um það hvort að þessi kristna manneski sé að rækja sitt samfélag við orð Guðs, já það er samfélag. Og ef þú ert að lesa orð Guðs, já hvernig ert að lesa? Þú ert að lesa sjálfan skapara himins og jarðar og ekkert minna heldur það. Og er það ekki samfélag? Þú kynnist honum í gegnum orð Guðs. Og þetta er því þátturinn sem að hvetur þig að þessari bók. Þú og orðið þurfið að vera vinir. Það er ekki nóg að orðið sé vinur minn, það er gott fyrir mig, en orðið þarf líka að vera vinur þinn og þú verður vinur orðsins og veistu hvernig það þessi vinátta helst. Já, þú sér að þessi einstaklingur er með opna bókina fyrir fram að sig og getur þess vegna alveg lesið eitthvað ef hann vill og er fúsalur til að gera það. En þannig helst þessi vinátta, þannig verður þú svona háður þessari vináttu og þú vilt ekki að hún hverfi. En þú veist, ég segi við þig, þú ræður þessu öllu sjálfur og sjálf. Og hvað viltu? Ég veit alveg svarið, þú sem átt til trú að þú vilt auðvitað rækja þitt samfélag við Jesú og vaksa sem allra mest og þá bara gerir þú það. Þú bara varpar ábyrgðinni á sjálfa þig með þetta. Og nú er dagur, nýr dagur og ætlar að nota hann til að lyfta upp nafni Guðs eða ætlar að nota hann til að hella úr skálum með reiðinnar. Ég segi það er miklu betra að gera það ekki, heldur lofa Guð. Ef þú gast það í gær, þá getur það líka núna og gert jafn léttilega á þá. Annað er síðan hvað þú gerir. Alveg eins og ég þarf að koma mér í þetta verk sem hér er unnið. Ef ég gerir það ekki, þá gerir það engin annar. Vegna þess að þetta er mín köllun en ekki þín. Hún er einhver önnur. Og þú ert væntanlega trúið að gera þína köllun og ég þakka Guði fyrir það. Því að það er í raun og veru skylduverk okkar að það er að gera þessa köllun Guðs, já, sýnilega öðru fólki. Og Drottinn er alveg tilbúin til þess að gera hana sýnilega með þessum hætti eins og hann gerir hér, í einhver tilvikum. Þannig þetta snýst ekkert um það. Þetta snýst um það að leyfa bara Drottni yfir að Drottinn í sínu lífi og hann er með allt skipulag. Og meira, nú langt sem að komst að því, hann veit alveg hvað hann er að gera og hann fer ekki erindisleysu og menn eru því ekki að vinna erindisleysu sem að vinna á hans akri. Og akurinn er stór og breiður og verkin þar og störfin eru mörg. En allt þjónar þetta tilgangi og þetta er trú sem hann vil gefa okkur kristnum mönnunum. Þannig að við spáum ekkert í stærð, við spáum ekkert í það hvort að 1 milljón eða 1, þannig að auðvitað einhver sem að horfir, það skiptir ekki máli. Aðalatriðið er að þú og ég og við gerum bara það sem Drottinn uppáleggur okkur að gera. Stærðin, hvað var það mig hana? Ég bara geri það sem Drottinn uppáleggur mér að gera og ég er það og gerum það svo vel. Mér var það ekkert neitt annað. Ég sinni bara minni köllum. Já, þetta er köllun mín. Hver er þín köllun?
Ég veit það ekki. Þetta sinninni. Ég veit það ekki heldur. En ég hveti auðvitað til þess. En ég ræði engu það. Því að þú ræður algjörlega ferðina þarna sjálfur og sjálf. Og engin fyrir þig. Og hvað ætlar að gera? Ætlar að taka í taki og drífa þig? Eða ætlar að áfram að... Ég nenni ekki nú. Getur farið með sjálfa þig og sjálfa í þessar áttir þú vilt. En sem við gera það ekki. Sem við láta bara alls ekki undan þessu og halda því bara sínu striki. Og hvað segir Drottinn það? Þú góðu og trúu þjóð. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið muni setja þig. Þetta skilaboðin. Og þessi skilaboð eiga ekki við einhvern útvalinn. Já, ef það útvalið þá ert þú þessi útvalda manneskja í augum Guðs. En ég veit að hversu þú ert, hvaða stöðu sem þú hefur, þá hefur þú köllun í Guði og hann vill að þú rækir þína köllun, hversum hún er. Þú gerir ekki lítið úr þinni köllun, því það bara synd að gera lítið úr því sem Guð að færa mann upp í hendurna. Nei, þú sinnir því. Gerir það. Og svo varðar þig ekkert meira hvað þetta verður, því þetta bara komið yfir í hendurnar á Guði. Og ef hann vill, þá, já, fer þetta þangað sem það á að fara. En þú gerðir þitt verk, útbjóst á þannig eins og Drottinn vill og segir, gerðu svo vel, hér er það. Svo bara ferð þú þína leið og kemur svo aftur, já, kannski viku seinna og gerir annað verk og svo framvegis að þannig líða bara árið í þessu sama með orð Guðs að leiðarljósi. Það er góð staða og gott verk að vera í. Og við erum til að hvetja hvort annað og þessi þáttur er til þess að hvetja þig til þess að lesa. Já, lesa. Stúdera. Ekki bara hlusta. Þegar þú nennir. Þú bara lest þetta á hverjum degi og stúdera þetta þess á hverjum degi og þannig ekki alltaf að vera í þessu. Heiti einu sinni sagt og það hneykslaði mér svoleiðis með að ég er ekki ennþá búin að gleyma því hvað ég var hneykslaður. Ég segi og sagði þá líka, þú þarft víst alltaf að vera í þessu. Þannig bara er það. Þannig ég var ekki sammála henni útleggingunni. Því get ég lofað þér. En hver hafi þetta eins og hann vill. Við erum núna í 59. sálmi, Jesaja. Og við skulum lesa hérna 1-2 vers, eins og við gerum alltaf í Gamla testamentinu og líka í Nýja. Hann sá að þar var enginn. Já, við lesum frá og með 15. Sannleikann er hvergi að finna. Sá sem forðast illt verður rændur. Drottinn sá það og honum mislíkaði réttleysið. Hann sá að þar var enginn, undraðist að enginn skarst í leikinn, en armur hans sjálfs hjálpaði honum og réttlæti hans studdi hann. Hann íklæddi sér réttlæti sem brynju og hjálmur hjálpraðist var höfði hans og hann klæddist klæðum hendarinnar, sveipaði sér skikkju afbrýðinnar. Hann geldur eftir verkum, eins og menn hafa unnið til, svo mun hann gjalda. Geldur heitt andstæðingu sínum, refsingu fjandnunum, út til eyjana endurgjaldur hann. Þá mun menn óttast nafn Drottins í vestri og dýrð hans í austri. Því hann brýst fram eins og á í vexti sem stormur frá drottni knýr fram. En lausnari mun koma til Síonar, til þeirra af níðjum Jakobs sem hverfa frá synd, segir Drottinn. Hverfa frá synd. Samkvæmt þessum orðum, þá ert það þú og ég og við sem veljum að syndga. Sem veljum að syndga ekki. Það heitir að hverfa frá synd.
Þannig að við erum með skilaboðin í orði Guðs og í stakkur í, að því við erum að lesa orð Guðs, já, sjálf. Þannig að við erum með þetta allt. Við getum áréttað ýmislegt fyrir okkur og áréttum ýmislegt fyrir okkur, af því að við viljum það. Við viljum vera með þessi mál alveg á hreinu og við viljum að orðið svona árétti ýmislegt við okkur og ýti á okkur í þessa átt sem að það er að boða. Við þurfum þessa ýtingu. Orðið er lifandi. Það er aflið sem ýtir þér og mér og okkur í áttina sem Drottinn hefur boðað. Þannig að þetta er ekkert flókið, þetta er einfalt. En að því ég nenni því ekki núna, þá nenni ég því ekki núna. En Drottinn var kannski að segja þér að fara þangað og fara þangað því að þarna væri hann með verk handaði. En þú varst ekki upplagður. Og þetta er alveg stór hættuleg niðurstaða því að þegar þú við erum ekki upplagður, þú ert að búa þér til einhverja í þér sjálfum sem að næst þegar þetta kemur þá gerur þetta aftur. Ekki núna. Þannig að þú skalt ekki berja á því. Þú bara ferð og gerir það sem Drottinn er að kalla þig til að gera, af því þú orðið þekkir hann og veist bendinguna. Og það er miklu, miklu betri leið heldur en hinn leiðin. Þetta, alltaf ég. Svo fyrir utan það þá er það ekki alltaf ég. Það er margir að gera fullt af hluti sem ég kem ekki nálægt. Og eru jafnvel miklu, miklu fúsari en ég til þess að gera eitt og annað. Það er hól fyrir þá, en kannski svona ábending til mínum að vera þeim megin í liði. Já, við erum að vera það sem ljósið er. Og ég er ljós. Og það skín. Við erum að vera þar. Þar eru nefnilega allir reiðubúnir. Fara þar kalli kemur. Við vitum ekkert allt þetta fólk sem er að starfa í Jesú nafni. Við vitum ekkert fólk svona sem að, já, við vitum ekkert allt fólk og sumir eru kannski búin að starfa árum saman í Jesú nafni á þess að við og unni mikið í Jesú nafni á þess að við höfum hugmynd það. Við vitum ekkert neitt nema í raun og veru okkur sjálf og hvað við erum að gera. Við getum alveg og mega það sem við eigum að við hefum gert margt sem að heiðrar og birtir nafni Jesú í kringum okkur. Já, í kringum okkur. Það er ekkert að margir viti það. En það ykkur í kringum okkur vita það. Það er bara flott ef það er. En er það með þeim mætti? Ef þú ert ekki að gera neitt í Jesú nafni þá náttúrulega er það ekki í þínu tilviki. Og þá er Drottinn með fingurinn á þér og segir, þú þarft að taka þér taki. Já, geti þess að það verður að segja konar, þú þarft að taka þér taki, drengur. Já. Ég tek undir þetta og ég segi, Drottinn, sýndu mér hvað þú vilt að ég geri. Þá mun gera það. Svona getum við verið línistrákar og línastelpur, að við bara gera það sem Drottinn er að segja. Og við stígum fram, stígum skref, þetta byrjar allt á skrefum. Og svo sjáum við að við bæði getum þetta. Svo förum við að finnast þetta bara skemmtilegt. Því að það er alltaf skemmtun að því og skemmtilegt fyrir einstakling, trúan einstakling, að gera vilja Guðs. Hann fer ekki til neitt manngreinar álit. Þú ert bara manneskja á jörðinni sem á skóp og á einu stað þá frelsaði þig. Svo byrjar sá dans með Guði. Hvers þú ert, þá getur þetta orðið hlutskipti þitt. Því að Drottinn var ekki að eitthvað bara hvað segir maður, já, ég man ekki hvað það heitir, það skiptir ekki máli. Þannig að þú ert bara manneskja, með allt í því sem manneskja hefur. Hann er að virkja þetta sem þú hefur og hæfileikana þína sem þú hefur. Og þetta verður allt guðlegt. Ég veit ekkert þetta.
Því ég þekki ekki alla menn í heiminum. En ég veit að hann á marga í þessum heimi og ég veit bara hvað ég að gera. Sumir eru jafn iðnir og ég og miklu iðnari. En ég veit ekkert allt þetta fólk, en ég get ég gert og ég bið fyrir þessu fólki í Jesú nafni að Drottinn bara haldi úthaldinu við hjá þessu fólki og mér líka. Því ég þarf á þessar bæn að halda eins og allir aðrir. Og ég að hvetja þig og mig auðvitað með, fyrst og fremst mig, að vera upptekinn af þessari bók. Og ég eins og ég oft sagt og segja enn að ég svona meira fyrir Nýja testamentið. Ég ekki mikið í Gamla testamentinu og svona stúdera það miklu minna, en þú mátt gera það alveg eins og þú vilt. En ég ekki þar. En ég aftur á móti svolítið Nýja testamentismaður og því þar ég að lesa þann sem ég fylgi í raun og veru og lifir í dag og hann heitir Jesús. Hann minn höfðingi, hann minn herra og engin annar. Og ég vil vita mikið hann og leyfa honum að kenna mér mikið og allt í raun og veru það sem hann vill að ég læri, það vil ég að hann kenni mér og hann gerir það. Því oft hefur hann ekki sýnt manni alls konar bara þar sem að ég bara einn með honum og allt í einu veit ég þetta og ég veit þið. Og ekki bara ég veit það, ég sannfærður það að þetta það sem Hvað er þetta eitthvað frá Guði sem að sýnir okkur prívat að hann lifandi. Já, sýnir mér að hann lifandi. Þú að hann dó fyrir mig. Þú segir þetta með mér til að slá á hrokan í þessu kallið hana. Hann dó fyrir þig, þú mátt segja þetta líka fyrir þig. Hann dó fyrir mig. Það gott fyrir einmitt að segja þetta við sjálfum sig, því þá setjum við okkur á annan stað. Við sjáum, hann dó fyrir mig og ég trú á hann og hann hafði inni að ég, allavega fylgja honum. Og meira, geri það sem hann er að boða og bjóða. Því að hann kallar menn og það fylgir kölluninni verk og líka gleði af því að gera þessi verk sem Drottinn hefur sett okkur yfir og í. Það er allavega mín reynsla að fátt finnst mér skemmtilegra heldur en að gera verkin í Jesú nafni. Og ég held að þú sett alveg sammála mér það, en ef þú hefur aldrei stigið út í verki í Jesú nafni, þá náttúrulega kannski þekkir þetta ekki prívat. En ef ég get þekkt þetta prívat, þá getur þú það líka því að þú ert ekkert lægra settur í honum heldur en ég. Og heldur ekkert herra, við erum bara jöfn. Þetta er mjög mikil og góð hugsun að eiga því að það slær svo mikið á þessara goggunaröð sem við erum upptekinn af. Við erum að hefja þennan og svona þessi aldrei gert neitt rétt, eitthvað svona. Þessi sem aldrei gerir neitt rétt, hann er nú ekki til, fyrst og fremst, hann er ekki til. Eins hann sem getur allt, hann er heldur ekki til. En í Jesú nafni þá getum við gert það sem við gerum vel og gert það rétt og orðið dýrleg í augum Drottins af verkum okkar. En bara í Jesú nafni. Það er nú kennslan í þessu öllu saman. Og til þess að undirbyggja þetta, þannig að það sé ekki neitt misskilningur á ferðinni, þá stúturum við orðið. Erum vel að okkur í orðinu. Ekki til þess að segja hvað við erum vel að okkur í orðinu. En þetta er allt saman fyrir okkur sjálf. Ég prívat þarf að vera vel að mér í orði Guð. Mér finnst ég þurfa þess. Segi ég nú bara blákalt út. Og úr því að mér finnst ég þurfa þess, þá er bara næsta skref að gera það. Ekki annars. Jú, við gerum þetta. Og eftir áratugi þá erum við í raun og veru nákvæmlega sama stað. Við erum enn að stúdera þetta orð. Og við erum enn að læra alveg helling upp úr þessu orði. Af því að Drottinn er með okkur og hann
hann aður sem tók þessa manneski að sér og gengur með hana í gegnum allt hennar líf. Hann veit hvenær líf manna endar og hvað það staðsett í dag á þessum vegi. Ég veit það ekki og þarf ekkert að vita og varðar ekkert það. En það sem ég get gert, það lofa Drottinn og gera það sem hann býður mér að gera. Einkum og sérlega vill hann að ég lesi orðið, þekki orðið og leyfi því að vinna í mér, svo fyrir ég að lifa þetta orð. Er það hægt? Það er allt hægt. Drottinn segir það að þú er að lifa þetta orð. Það nú erfitt. Ég veit það ekki. Sumir finnst allt erfitt reynda. En þó að mönnum finnst eitthvað erfitt, þá er ekki þar með sagt að þeir geti ekki gert það. Mér finnst ekki erfitt að fylgja Guði, mér finnst það bara umfram allt bara skemmtilegt. Stútur orð Guðs finnst mér bara afskaplega áhugavert og leið skemmtilegt. Það sem þér finnst áhugavert, það er nú allar líkur til þess að þér finnst það líka skemmtilegt. Það er ekki rétt. Og Drottinn er svo góður, hann setur hann áhuga upp í manni, því hann vil að okkur finnst þetta skemmtilegt. Og okkur finnst þetta skemmtilegt að því að það fylgir þessu áhugin með. Og þetta saman er ágætis blanda. Allt sem að Guð hefur gefið, en hver staðan? Finnst þér allt frekar leiðilegt? Sumir eru þar. Það er ekki góð stað að vera í. En þeir, ef einn getur það, geta vel rifið sig úr þessu, en þeir verða á að gera það. Allt hefst á fyrsta skrefi. Og bara það að vilja vera svona orðsins maður meir en eitthvað annað, einnig það byrjar á fyrsta skrefi. Þú byrjar að stúdera orð Guðs. Og svo ákveðurðu einn daginn að þarna ætlarðu bara að halda þér. Svo líða áratugir og þú ert ennþá, heldurðu þér ennþá við orð Guðs. Og þú getur ekki hugsaði lífið í dag öðruvísi en með orðið Guðs hugsaði kringu þig. Og það er góð stað að vera í. Og þetta er afrakstur og árangur trúarinnar. Því að vantrúin er ekkert að hugsa þetta, hún er að hugsa allt annað. Hún er að hugsa áhyggjur heimsins. Hvernig er hún að redda þetta allavega? Þú segir bara, ég ætla að láta Drottinn sjá fyrir mér. Og í áratugi hefur hann séð fyrir mér. Þannig að þær áhyggjur er ekki lengur til staðar. Hafi þær verið, líklega voru þar einhvern tíma, en það er ekki lengur. Þannig ég er ekkert að hugsa það. Ég er bara að hugsa það og einhverjum sérlega að gera vilja Guðs. Og þetta er vilji Guðs til að mynda. Og margt annað er vilji Guðs fyrir mig. Já, fyrir mig. Og það er heimurinn fullur af fólki sem er að gera í Jesú nafni alls konar. Þú veist ekki þetta fólk. En stundu farið fregnir á þessum og hinum. Og það gleður þig. Og það staðfestir það, jú, það er fullt, menn er að gera fullt af verkum í Jesú nafni hingað og þangað heiminn. Og þú ert einn af þessum mönnum og eða einn af þessum konur sem eru þarna. Og það er góð staða og það er gott að eiga þetta. Af því að þú átt þetta. Þú verður að sinna þessu vel. Af því að þú átt þetta. Þú sinnir því vel af því að þetta er að gera það gott. Mjög gott. Svo þú fyrir margt löngu farin að elska þetta og þú getur ekki hugsaði lífið án þess að gera þessi verk í Jesú nafni. Svona er nú hægt að fara með sjálfan sig í ýmsar áttir. Og ég held þú takir alveg undir það með mér að þetta er góð átt að fara. En þú verður að fara hana. Einnig þetta hófst á fyrsta skrefinu. Og enn ertu að stúdera til að mynda orð Guðs. Af því þú vilt það sjálfur og sjálf. Hann sagði þér enginn að gera þetta.
Það var bara eitthvað sem talaði til hjartaðins. Og þú ert enn við þetta. Þú heiðrar Guð fyrir það. Ekki fólk sem er í raun alveg sama hvort þú ert við þetta eða ekki. Já, ég held að sé nú bara þannig að mér er bara alveg sama hvort að ég er við þetta eða ekki. Og það er líka allt í lagi. Það verður hver að hugsa sig hvað þetta varðar. Ég er bara sjálfstæður einstaklingur sem að reyna að gera það sem er rétt, alveg eins og þú. Við skulum lesa hérna, við erum í Póstlasögunni núna og þetta er þátturinn, biblíuþátturinn okkar sem hvetur okkur til að lesa sjálf og það er nú tilgangurinn með þessu. Við erum núna í Póstlasögunni og við grípum bara niður í þetta hvað sem er og ég veit ekkert hvað ég er að fara að lesa fyrir ég bara sé eitthvað svona sem ég finnst ástæði til að lesa. Já, það er Davíð hérna, við eitthvað að vera að tala um Davíð, að við vorum að tala um Davíð eitthvað, já, í þessu þætti, það skiptir ekki máli. Það er 37. vers í 13. kafla Póstlasögunnar. Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði. Síðan sofnaði hann, safnaðist til feðra sinna og líka með hans rotnaði. En sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki. Það skuluð þið vita, bræður og systur, að ykkur er fyrir hann boðu fyrir gegn syndana og að sérhver trúir réttlætist í honum af öllu því lögmál Móse gat ekki réttlætt ykkur af. Gæti nú þess að eigi komið það yfir ykkur sem sagt er hjá spámönnunum. Sjáið þér spottarar, undrist og verða engu því að verk vinni á dögum yðar, verk sem þér alls ekki munduð trúa þótt einhver segði yður frá því. Já, vinir, við þurfum að lesa orð Guðs, hvort sem eru þessir stafir eða einhverjir aðrir stafir, en lesum umfram allt orð Guðs og leifum orðin að tala til okkar og við heyrum þegar við lesum eða heyrum orðlesið að þetta er fullt af speki sem er svo auðvelt að taka undir í raun og veru. Það er allt í okkur sem viðurkennir þetta og samþykkir þetta. Þetta er gert fyrir mannin og með þessum hætti biti hér, biti þar, býr til einhverja mynd fyrir manninum sem kannski þegar hann tíminn er réttur segir og það er til Guðs. Guð veit alveg hvernig hann á að gera þetta. Og allt í einu kemur upp svo staða, þetta er allt gjöf, og þú segir bara já það er til Guðs. Og þetta er evi, eða sko þetta eru orð sem bara fylgja þig. Ég sagði þetta verið bráðum 40 árum og ég segi enn, jú, það er til Guð. Aldrei veiklar. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það hvernig Guð mætti mér og staðfesti þetta svo rækilega að það verður bara ekkert aftur tekið. Hann vil líka gefa þér þessa trú. Og þú verður bara að leyfa honum að þú gerir þá það sem hann er að bjóða. Og við erum hér með orð Guðs og við erum að hvetja menn og konur til þess að lesa þetta sjálf. Þegar þetta þarf að fara í mitt hjarta. Það er gott að það fara í þitt hjarta, en mitt hjarta má ekki vera undanskilið þessu. Og mitt hjarta þráir að fá þetta til sín og ég er að segja hvernig við gerum þetta. Við lesum sjálf, í Jesú nafni. En það er komið tími hjá okkur, þetta er bara ákveðin tími og svo endar þetta. Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Verið sæl.